Það var mikið dýrðir hjá grindvíska fyrirtækinu Jón og Margeir EHF síðastliðið föstudagskvöld. Það komu saman núverandi og fyrrverandi starfsmenn fyrirtækisins ásamt fulltrúum fjölmargra viðskiptavina til að fagna 30 ára afmæli fyrirtækisins. Höfuðstöðvunum við Seljabót hafi verið breytt í forláta skemmtistað. Feðgarnir Margeir Jónsson og Jón Gunnar Margeirsson eru miklir aðdáendur Volvo. Gylltir Volvo bílar eru einkennandi fyrir fyrirtækið og því var barinn í veislunni smíðaður úr yfirbyggingu af Volvo. Afmælisveislan tókst vel en þar tróðu meðal annars upp landskunnir tónlistamenn eins og Helgi Björnsson og Jón Jónsson. En rétt fyrir fjörið hittum við þá feðga og tókum þá tali. Jæja feðgar, 30 ára afmæli Jóns og Margeir, þetta nú, já þú getur bætt ykkur áratugum við þetta afmæli. Já, ég byrjaði að eignaðist með fyrsta vörubíl 1. nóvember 1970 og búinn að vera með þá síðan, 52 ár núna. Þannig að byrjaði þá á vörubílastöðinni í Grindavík og var að flytja hérna bara hvað sem til féll, fisk, sand og efni og annað. Kaupi svo fljótlega krana og setja á bílinn og nánast búinn að vera með það svona óslitið síðan. Og eingöngu núna, já, allavega 30 síðustu árin alveg óslitið. Hvernig var andinn í Grindavík rúmlega 1970? Hann var mjög góður. Mikið trafík, mikið hérna í kringum útgerðina. Þannig að það var mikið að vera bara og meiri vinna var náttúrulega hjá okkur. Það var aðalega á veturnar. Það var rólegra fyrstu sumrin á svona yfir sumartíman. Það var hægara svona en svo fór það að breytast. 73 þá náttúrulega eftir gos, í Vestmannaeyjagos, þá verður mikil uppbygging hérna að vinna. Verður að leggja Grindavíkurveg og þetta jókst bara svona fiskflutningar og allt sem tilheyrði því. Jón, þú fylgir pappaðinum í þessu og hvað, kemur svo inn í þið stofnið saman fyrirtæki þegar pappiðin vildi fara að fá einhvern úr fjölskyldunni með? Já, 92 þá stofnum við Jón og Margeir saman og það svona leiðin lá nú þangað svona, búin að vera fikt í þessu dóti bara í mörg ár og við erum náttúrulega í kringum þetta og alast upp í þessu, þannig við vorum búin að sitja eitt kvöld og hugsa svona hvað maður verið að fara að gera og þannig það var úr að við stofnum Jón og Margeir og kaupum okkur fyrst sendibíl eða svona flutningabíl og förum að keyra fisk. Og fljótlega eftir þá vorum við komin með trailer og þetta að keyra malbyggi og svo gámalyftu og þetta að keyra gámum fyrir fyrirtækin. Þannig að þetta hefur svona aðeins undið upp á sig í sinn tíð. Þannig að var það reksturinn strax viða meiri heldur en þegar pappiðin var einn að og þannig að var það alveg svona stefna hjá ykkur að verða stærri og meiri? Já, við vorum fljótlega konum með 3-4 bíla, bara árið seinna og svo náttúrulega bættist við svona starfsmenn bara inn í hópinn og þetta svona vatt upp á sig og aukin vinna og var svona mikið breytingin í fiskhúsunum, þetta fór að færast mikið meira út í gáma heldur en var. Togararnir að koma að landaði í gáma, þannig að þetta var svo miklu svona viða meira allt, þannig að svo náttúrulega bara leiti eitt af öðru, þetta bara vatt verulega upp á sig og enn að því. Og hvað þetta orðið mikil starfsemi í dag? Hvað með marga starfsmenn og við sjáum að þið eru með mjög stóran bílaflota? Við erum 22 hérna í dag og erum með 16 bíla og 4 gröfur. Fórum í þessa jarðvinnudeild hérna 2016 svona byrjuðum þá og síðan erum búin að vera að vinda upp á sig og búin að vera hérna með verk fyrir bæði Voga og Grindavíkurbæ og Sveitarfélag Ölfuss. Ásamt svona fullt af bara öðru sem við verið í kringum þetta, þannig að það hefur breytt rekstrinum. Þetta harmonar vel saman með annarri vinnu. Svona ef við kannski verið eins rólegir í fiskinum á sumrin og á veturnar, þá erum við mikið í jarðvinnu og þannig að þetta fer vel saman í dag. Þannig að það er ekki lengur eitt kall á vörubílum með krana? Nei, það er orðið mikið breyting á því. Nú kíkjum maður bara á þetta svona, annars slagið svona og er með góða menn á kranabílunum og jú, ég tek svona dag og dag svona ef þess þar með en svona ég ætla nú að fara svona að hægja svona allavega á því svona en við erum, eins og ég segi, við erum með flotta stráka, alla alveg
150% á öllum bílum og öllum tækjum og gröfunum og öðru og það alveg sama. Lykillinn að þessu? Já, það það bara. Já. En þetta náttúrulega eins og ég segi, þetta var, þeir voru náttúrulega bæði Jón og eins Árni að þeir voru svona... Eins sonaðinn? Já, sá yngri, að þeir voru alla, rúmlega 50, þá voru þeir náttúrulega farnir að bæði að hjálpa mér og smíða og bara alls konar aðstóð í kringum þetta og það létti oft mikið á manni. Og þegar þið voru yngri, voru þið þá að þvælast með þér? Já, mjög mikið. Mjög mikið það. Það lá við að, það voru kannski ekki orðnir svona bílstólar fyrir börnin þá og öryggisbelti en þetta fór allt vel. Þeir voru, þeir þvældust og þau alls sem krakkarnir með mig bara hingað og þangað. Við fórum á vörubíl með þessu viku ferði í hjólísi upp í sumarbústað upp í Borgarfirði einu sinni og það var bara farið á vörubílnum, það var ekkert annað. Farangurinn var bara á pallinum og útilegur og svona, það var engin annar bíl og þetta var bara gaman að þessu. Þetta er frábær hugmynd inn í nútíman. Já, akkurat, já. En þetta virkaði vel. Þannig að þú ert búin að vera inn í vörubíl eða flutningabíl frá því þú fæddist nánast. Já, ég hef nú grunn það, ég hef verið búinn til þar. Þannig að það er svona. Já, við þurfum kannski aðeins að fara við þetta með mömmu en það er sama. En já, ég hef búinn að þvælast hingað og þangað með honum og þetta hefur bara snúist það. Og ég minn náttúrulega eins og pabbi var að segja, velgengni fyrirtæki sem bara þessi frábæru starfsmenn sem við erum með og náttúrulega geggjaði vinnuveitendur og fá að vera einn af hlekknum í keðjunni hjá þeim er náttúrulega bara alveg óborgarlegt. Ár eftir ár að menn setjast niður og ræði hlutina og haldi áfram. Það er geggjað atriði. En þetta menn eru bara að horfa fram á veginn og alla lengra. Það er alveg þannig. En hvernig var það þegar þú varst að byrja? Hvernig varst að flytja fisk eða hvernig varst að vinna fyrir sjávarútveginn? Já, það voru náttúrulega bara fyrirtækin hérna í Grindavík, fiskfyrirtækin. Það var náttúrulega að keyra fiski hér af bryggjunum og upp í húsin. Við keyrðum, þá var náttúrulega mikið báta af öllum Suðurnesjunum sem lönduðu hérna. Það var að keyra mikið til Keflavíkur, út í Garð, Sandgerði, inn í Voga, Hafnarfjörð. Þetta var uppistaðan af þessu bara og svo náttúrulega voru skipin aðalega í Keflavík, þannig við sóttum allt salt þangað og það var öllu skipað út, þangað beinamjöli, saltsíld og saltfiski öllu, áður en að náttúrulega höfnin lagaðist hérna, þannig að það er mikið breyting á því. En hvað þið voruð að færa út kvíarna með því að mæta með gröfur, þú varst með okkur þegar þið tóku hérna fyrstu skóflustunguna í nýju hverfi í Grindavík? Já, vorum með gatnagerðin í nýja hlíðahverfinu hérna og erum svona rétt að skila því af okkur núna. Þannig að mikið hverfi hérna, þannig að já, við fórum út í þetta heldur byrja 2016 og erum svona búin að byggja okkur upp í þessu og hérna. Þannig þetta fer vel saman með hinnureksturinn og hérna bara svona góð samning í þessu. Það hefur eiginlega alla tíð gengið nokkuð vel svona að vera með rekstur í Grindavík. Fyrirtækjastarfsemi hefur verið nokkuð góð hérna í gegnum tíðina, er það ekki? Jú, það held ég, þetta sé bara ekki hægt að segja annað en það hefur verið það bara svona bara í gegnum tíðina bara. En það er náttúrulega, svo smálega þurft að hafa fyrir þessu, það er alveg þannig. Ég held nánast getur sagt þér það að þú getur aldrei hringt í okkur án sem svara ekki sími. Þannig að, og út á það gengur þessi business. Að við erum alltaf tilbúin og alltaf svara og þá náttúrulega hringja menn aftur ef þau fá góða þjónustu. Þetta okkur var kennt þetta þegar við vorum guttar og við höfum reynt að halda því áfram og held okkur að tekist ágætlega. Þannig að það er lykillinn af þessu dæmi í dag. Það er þannig. Við fengum góðan skóla. En yngri bróðinn, mér skildist að hann hefði verið einn af þeim fyrstu sem fekk meira próf. Hvað var Peginn gamall? Hann var svo fyrstu sem fekk meira próf þegar var fært úr 20 niður í 18 ára. Og þá kom hann strax og fór að keyra hjá okkur og var stoppaður á lögreglu og Reykjanesbraut og menn voru að hringja hann verið próflaus á bílnum annað eftir því og hann hefur svo sem aldrei gert neitt annað í dag heldur en að vera hér hjá okkur og hún að þvælast hér allt land fram og tilbaka að elta fisk og hingað á þangað í alls konar ófæru og vesinn og þessi strákar, þessi hópur sem hérna í kringum okkur, þetta svona halda vel utan um hvern annan og ég held ég geti alveg fullir það alveg að við erum alveg með landsliða bílstjórum og það er bara, eins og ég segi, við varum ekki að gera neitt það sem við erum að gera þetta án þeirra
og bara heppni með það hvað hefur laðast að okkur mikið af góðum starfsmönnum í gegnum tíðina. Léttum og kátum, Já, frískum. Og það nú bara þannig að við erum að fara að halda smá veislu í kvöld og það stór hópur af okkar eldri bílstjórum sem við bara haldið kontaktið áfram sem að mæta hérna og alltaf gleðast með okkur í kvöld og þannig að það verður mikið fjör, get alveg lofa okkur því.